Forsendur fjárlaga eru brostnar og byrja þarf vinnuna nánast frá grunni, segja þingmenn stjórnarandstöðunnar í fjárlaganefnd. Fjármálaráðherra segir hvorki þörf á auknum niðurskurði né skattahækkunum. Gert er ráð fyrir að Reykjavíkurborg verði rekin með 18,7 milljarða króna afgangi á næsta ári samkvæmt nýrri fjárhagsáætlun sem var kynnt í dag. Oddvitar stærstu minnihlutaflokkanna segja áætlunina óábyrga og láta hagræðingu lönd og leið. Yfir 20 milljónir manna þjást af hungri í Súdan. Alþjóðlegur dómstóll rannsakar hvort þar hafi verið framdir glæpir gegn mannkyni. Staða ríkislögreglustjóra í starfi er alvarleg, segir dómsmálaráðherra. Þær áttu fundi í gær meðferð embættisins á opinberu fé sem er til skoðunar í ráðuneytinu. Sauðfjárbændum fellur illa að ullarframleiðandinn Ístex vilji fá mislita ull ókeypis á næsta ári. Verðið fyrir aðra liti lækkar 10% á milli ára. Komið þið sæl. Hagvöxtur á næsta ári verður minni en fyrir áætlanir gerðu ráð fyrir vegna endurtekinna áfalla í hagkerfinu. Þó er ekki gert ráð fyrir samdrætti að sögn fjármálaráðherra. Vinna við uppfærða þjóðhagsspá er á lokametrunum en þrátt fyrir blikur á lofti býst ráðherra ekki við miklum breytingum á fjárlögum næsta árs. Alltaf sé gert ráð fyrir ófyrirsíðum útgjöldum og viðbrögð stjórnvalda verði ekki fyrir utan það svigrúm sem þegar er til staðar. Við vitum að það verður eitthvað minni hagvöxtur á næsta ári en gert var ráð fyrir, eða allavega spárnar gera ráð fyrir því. Samdrátturinn er hins vegar ekki, það er engin merki samdrátt, það verður hagvöxtur á næsta ári. En sjáu þið fyrir ykkur að þurfa að bregðast við með einhverjum hætti, niðurskurður, fækkun framkvæmda eða þá skattahækkanir? Nei, það er ekkert slíkt í kortunum. Nú er það auðvitað þannig að varðandi aðhaldið þá höfum við auðvitað gengið mjög langt í því og kynntum tillögur í vor sem við erum ennþá að fylgja eftir. Við höfum auðvitað verið að taka einhver skref í svona að loka glufum í skattkerfinu en við munum ekki taka nein skref umfram það. Magnús Geir forsætisráðherra boðaði í sumar verðmætasköpunar haust, horfurnar hins vegar orðnar ansi dökkar. Já, það er brekka en það hefur sjálfs ekkert með ríkisstjórnina að gera. Þetta er bara röð óheppilegra atvika. Byrjar í vor þegar er tilkynnt að kísilverksmiðja PCC á Bakka, það þarf að loka henni tímabundið í sumar og það er alls óvíst hvað verður hana. Play verður gjaldþrota í september. Ekkert risa högg fyrir hagkerfið þannig séð, en það eru 400 mann sem missa vinnuna þar og einhver afleiðstörf líka. Stóra höggið kemur svo í lok október þegar Norðurál tilkynnir að verksmiðjan á Grundartanga, hún starfi aðeins á þriðjungsafköstum. Það hefur áhrif á störfið þar, en líka það eru miklar útflutningstekjur undir. Við getum tínt fleira til, raungengi krónunnar er mjög hátt. Tollarnir sem Trump lagði á okkur í apríl, nýjustu tölur sýna að þeir hafa áhrif. Það er farið að hægja á í byggingariðnaði, loðnukvótinn er undir væntingum, að samdráttur í þorski milli ára og svona stálega gengur bölvanlega ná niður vöxtum og verðbólgu. Heldur betur. En fjármálaráðherra er nú ansi brattur þegar kemur að fjárlögunum. Er samhljómur það á Alþingi? Nei, en það er í sjálfsögðu engin ágreiningur til dæmis í fjárlaganefnd. Það er allir sammála að nefndastörfin ganga vel, en nefndamönnum eru auðvitað ákveðin morgun að því að það er allt aðra forsendur í dag heldur þegar frumvarpið var lagt fram í september og nefndin hefur ekki fengið neitt nýtt inn á sitt borð síðan. Það er verið að bíða eftir uppfærið þjóðhagsspá, það er verið að bíða eftir útreikningu frá fjármálaráðuneytinu. Þannig að menn viti ekki alveg nákvæmlega hver heildar áhrifin verða og það flækir svo líka málið að vegna nýrrar stöðugleikareglu að þá er svigrúm til útgjaldaraukningar ekki nema 500 milljónir. Þannig að það er mjög flókin og erfið vinna framöndan og önnur umræðum fjárlögin, hún átti að vera 18. nóvember. Það er heldur nokkuð ljóst og hún frestist jafnvel 2 vikur. Það er auðvitað varasjóður sem getur tekið á áföllum og til þess er hann. Hversu mikil áhrif þessir atburðir hafa á fjárlagagerðina er ekki alveg ljóst á þessu stigi en það ætti að skýrast bara á næstu dögum eða í næstu viku reikna ég með. Þróttur að fundahöld gangi ágætlega þá er þetta alvarleg staða. Fjárlögin voru aldrei góð og meingölluð og eru ein af ástæðan fyrir því að við erum ekki að ná niður verðbólgu og vöxtum og það er ekki ennþá komið nein viðbrögð við þeir eru í alvarlegri stöðu sem hefur komið fram
eftir að frumvarpið var lagt fram. Staðan sem uppi svo að fjárlögin eins og þau voru lögð fram í fyrstu umræðu eru raun og veru, ég ætla nú ekki að segja ónýt, en forsendurnar eru allar brostnar, þannig að það þarf að teikna þessi fjárlög upp algjörlega frá grunni. Magnús Geirsson barst enn einn ótíðindir í morgun þegar Icelandair sagði upp 38 manns. Komið þessar uppsagnir á óvart? Nei, það gera það ekki. Það er nóg að horfa á síðasta uppgjör félagsins á þeirri ársfjórðungi. Þrátt fyrir að tekjur á síðasta ársfjórðungi hafa aldrei verið hærri, þá var niðurstaðan samt sem áður vonbrigði. Það stefnir í að rekstrar tapið á árinu verði 1 til 2,4 milljarðar. Þrátt fyrir mjög gott ári í ferðaþjónustu. Icelandair þegar varnar, þá er lítið að vinna með félaginu, eins og við nefndum á, þá er raungengi krónunnar mjög hátt, eldsneytisverðið hátt og svo er mikil óvissa á alþjóðamörkuðum. Þannig að með einhverju móti það þurfti að stöðva blæðinguna. Meginþorri þeirra sem sagt var upp vann á skrifstofum félagsins í Hafnarfirði. Er einhverjir yfirmenn eða svona stjórnendur í þessum hópi sem var sagt upp? Já, það eru stjórnendur líka, þannig að við erum að einfalda skipulag og þannig að þetta er bara á öllum sviðum. Er það langt upp? Já, það er talsveit langt upp og við erum að taka út stjórnunarlög og styttabóðarlegir og einfalda skipulagi hjá okkur. Getur eftir ykkur dæmi stjórnunarstöðu sem eru uppsagðinni? Já, það er á flugrekstrarsviði sem dæmi þar sem við erum að einfalda hluti og taka út ákveðið stjórnunarlag. Ekki liggur nákvæmlega fyrir á þessari stundu hver sparnaðurinn á aðgerðunum þar sem bæði séu beinan launakostnað að ræða sem og afleitan vegna breytinga. Bogi segir að allt skipti máli, öllum steinum sé velt við til að hagræða. Frekar uppsagnir eru ekki áformaður. Nei, við erum ekki með einhverjar frekar uppsagnir á teikniborðinu en við erum að reka stórt fyrirtæki í síbreytilegu umhverfi þannig að það verða alltaf einhverjar breytingar en það er ekkert svona á teikniborðinu á næstunni hjá okkur. Flugvélum í rekstri verður fækkað 2 en auk þess á að hætta rekstri breiðþótna á næsta ári en samt er gert ráð fyrir lítilsháttar vexti í leiðarkerfinu. Gengi bréfa í félaginu lækkaði töluvert á árinu. Við sjáum veruleg tækifæri fyrir okkar flugfélag, fyrir Icelandair og leiðarkerfið og þannig að aðstæður eru krefandi núna og við erum að grípa til ýmis aðgerða til þess að í sameiningu getum við gripið þessi tækifæri sem við sjáum í framtíðinu og þannig að til lengri tíma er ég mjög bjartsýnn fyrir hönd Icelandair en við þurfum að koma rekstrinum á betri stað og við erum fyrst og fremst að fókusera á það. Gert er ráð fyrir 18,7 milljarða króna rekstrarafgangi Reykjavíkurborgar á næsta ári samkvæmt nýrri fjárhagsáætlun meirihlutans sem var kynnt í dag. Borgarstjóri segir áhersluna áfram á örugga þjónustu, börn og barnafjölskyldur. Ekki komið til niðurskurðar heldur hagræðingar í rekstri. Hún sýnir sterkar stöðu Reykjavíkurborgar og afrakstur þeirra vinnu sem hefur verið hér undanfarna mánuði að taka vel utan um reksturinn. Heiða Björg segir ákveðnar skipulagsbreytingar eiga sér stað þegar kemur að hagræðingaraðgerðum. Við höfum ekki farið í þessar flötu hagræðingar sem sumir eru alltaf að stinga upp á, heldur akkurat farið inn og reynda að velja innan úr sviðunum, fá sviðin með okkur í lið. Við köllum eftir hugmyndum bæði frá starfsmönnum og almenningi sem við höfum nýtt okkur og eins líka bara þrotlausa vinnu fólks að leita hagræðingar innan án þess að skerða þjónustu eða án þess endilega borgarbúar verði svo mikið varið við það. En það verður áfram fjárfest í borginni, það verður áfram örugg þjónusta og við erum áfram með börn og barnafjölskyldur í algjörum forgangi. Samkvæmt áætlunin er gert ráð fyrir að heildar fjárfesting á næsta ári verði tæplega 75 milljarðar króna. Það eru auðvitað dýrt að fjárfesta. Við viljum sjá nýja skóla í nýjum hverfum, við viljum sjá göturnar í lagi, við viljum sjá innviðin okkar sterka, þannig að við munum bara áfram að halda okkur innan þeirra markmiða sem við hefum sett okkur sem sýnir ábyrgan rekstur og sýnir að við erum borg í sókn sem er eftirsóknarverð bæði fyrir fólk og atvinnulíf. Við erum að sjá bara núna þegar í útkomusspá þessa árs að þeir mælikvarðar sem við hefum sett okkur til þess að vera ábyrgir rekstri og eiga vel fyrir þeim útgjöldum og fjárfestingum sem þarf að ráðast í. Við erum að ná þeim á þessu ári og við sjáum líka að þeim verður náð. Þetta er bæði á næsta ári og gott betur og eins næstu árin, 5 árin sem áætlunin nær til. Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar næstu 5 árin gerir ráð fyrir jákvæðum rekstrarafgangi A-hluta sem er sá hluti sem er rekinn með skattfé en þar undir eru ekki stofnanir eða fyrirtæki í eigu borgarinnar, til dæmis Orkuveitan. Í lok þessa árs er gert ráð fyrir að borgin skili tæplega 400 milljón króna rekstrarafgangi. En á næsta ári er gert ráð fyrir að sú upphæð meira en tífaldist og að rekstrarafgangur verði tæplega 5 milljarðar króna.
Samkvæmt áætluninni mun rekstrarafgangur aukast svo ár frá ári og gert ráð fyrir að árið 2030 skili borgin afgangi upp á 10,6 milljarða króna. Oddvitar stærstu flokkana í minnihluta í borginni segja margt óskýrt í nýrri fjárhagsáætlun. Við fyrstu sýn þetta jákvætt að sjá grænar tölur, niðurstöðu borgarinnar, en mér þykir óábyrgt að það sé ekki flagga sérstaklega á alla óvissustættina sem liggja þar undir. Stærsta málið eru þetta arðgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur en það er ráðgert að þær verði nærri 6,1 milljarður á næsta ári og það er ljóst að með við skerta framleiðslugetu Norðuráls að þá getur það haft áhrif á orkusamninga við Orkuveitu Reykjavíkur og þar með dregið úr tekjum Orkuveitu samstæðunnar. Þetta er mjög óábyrg áætlanagerð og allt og bjartsýn og því miður mikla líkur á að hún standist alls ekki. Stóru pólitísku tíðindin hér eru kannski þau að þessi meirihluti hefur ákveðið að láta alla hagræðingu lönd og leið og tekjuhliðin á þessari fjárhagsáætlun er erfið. Það er mikil óvissa arðgreiðslur frá Orkuveitinu vegna Norðuráls málsins. Það er líka verið að stóla á 4 milljarða í byggingaréttargreiðslur. Á vaxtalækkunarferlið er botnfrosið og verðbólgan er að aukast og fasteignamarkaðurinn er í niðursveiflu og fullkominni óvissu. Baldvin, þið verðið að þessum nótum í Kastljósinu. Já, og ég held að það sé alveg hægt að taka undir það að þetta er svona bjartsýn áætlun sem að meirihlutinn birtir og það eru blikur á lofti í efnahagsmálum eins og við sáum hérna í fréttum áðan. Það ætla að koma tíminn á eftir Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri og Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni. Við ætlum aðeins að fara yfir þetta, við ætlum að rýna í tölurnar og vonandi ætlum við svona að komast að því hversu raunhæf þessi áætlun er. Við missum ekki því. Baldvin Þór Bergsson, takk kærlega fyrir þetta. Og frá Reykjavík til New York. Þar gengu borgarbúar að kjörborðinu í dag og kusu borgarstjóra. Hinum 34 ára Zohran Mamdani er spáð sigri. Trump hefur gefið í skyn að hann lækki fjárframlög til borgarinnar verði það raunin. Good morning, everyone. Good morning. Today is election day. It is a day that we have been dreaming of for more than a year. Mamdani fær mest fylgi samkvæmt könnunum en Andrew Cuomo, demókrati sem býður fram utan flokka og fyrrum ríkisstjóri, hefur saxað á forskoti síðustu daga. Samkvæmt könnunum verður frambjóðandi repúblikana Curtis Sliwa sá þriðji. Mamdani ætlar að lækka framfærslukostnað borgarbúa og bjóða upp á ókeypis strætó og leikskóla. Hann er múslimi af úgönskum og indverskum uppruna og hefur fordæmt grimmdarverk Ísraela á Gaza. Þessi sjálfboðaliði Mamdanis tók kjördaginn snemma. Hey folks, have you guys already voted? For who? Zohran. He's running to make the city just more affordable. He wants to freeze the rent for all rent stabilized apartments. Þrátt fyrir að nafn Bandaríkjaforseta sé ekki á kjörseðlinum, hefur það verið nokkuð áberandi í fréttaflutningi af kosningabaráttunni. Mamdani skilgreinir sig sem sósíalískan demókrata en Trump hefur ítrekað kallað hann kommunista. Það hefur Trump gefið í skyn að hann refsi borginni nái Mamdani kjöri. It's going to be hard for me as the president to give a lot of money to New York because if you have a communist running New York, all you're doing is wasting the money you're sending there. Kjörstöðum verður lokað klukkan 2 í nótt að íslenskum tíma og búist er við fyrstu tölum fljótlega eftir það. Lögreglan óttast að fjársvikarar sem stálu 400 milljónum af Landsbankanum geti komið fengnum undan fyrst þeir ganga lausir. 7 eru grunaðir í málinu og lögregla fór fram á varðhaldi við 5 þeirra sem Landsréttur hafnaði í dag eins og héraðsdómur hafði áður gert. Svikararnir nýttu sér kerfisvilli á reiknistofu bankana til að millifæra fé án innistæðu. Tekist hefur að endurheimta hluta fjárins en Landsbankinn telur að tjón bankans geti numið 200 milljónum króna. Dómsmálaráðherra hefur fundað með ríkislögreglustjóra alvarlega stöðu hennar sem forstöðumanns. Tilefnið eru viðskipti embættisins við ráðgjafafyrirtæki sem greint hefur verið frá í fréttum síðustu daga. Ríkislögreglustjóri hefur á síðustu 5 árum keypt þjónustu af ráðgjafafyrirtækinu Intrum fyrir 160 milljónir króna. Eini starfsmaður félagsins hefur komið að viðskiptum embættisins við stórfyrirtæki sem eiginmaður hennar stýrir. Þjónustan hefur verið ráðgjöf við stjórnun, innkaup og aðra viðsnúninga fyrir embættið. Dómsmálaráðherra ræddi þessa stöðu við ríkislögreglustjóra í síðustu viku og þær funduðu aftur í gær vegna þessa máls en það hefur verulega gustað embættið síðan það komst í hámæli. Ég fundaði með ríkislögreglustjóra í gær þar sem ég ræddi alvarlega við hana hennar stöðu sem forstöðumanns.
Málið til skoðunar í ráðuneytinu núna. Ráðherra segist hafa fullan skilning á því að almenningur og fjölmiðlar kalli eftir skjótum svörum. Þannig virki hins vegar stjórnsýslan ekki. Ég vinn auðvitað innan þess kerfis og innan þess ramma, innan þeirra laga sem að Alþingi hefur sett. Svona mál geta tekið dálítinn tíma en þetta mál til skoðunar. Þú segist að var rætt alvarlega við ríkislögreglustjóra hennar stöðu. Hversu alvarlega staðan? Ég get ekki verið að úttala mig það akkurat hér í viðtali sem þessu. En eins og ég segi, ég fundaði með hana í gær, ræddi þar við hana þetta mál og alvarlega stöðu hennar og að máli væri til skoðunar í ráðuneytinu og ætla ekki að segja mikið meira það að svo stöddu. Ríkislögreglustjóri vildi ekki tjá sig efni fundarins þegar eftir því var leitað. Yfir 40% íbúa Súdans svelta samkvæmt skýrslu IPC alþjóðlegs samráðshóps. Borgarastyrjöld hefur geisað í landinu í 2,5 ár og alþjóðlegi sakamáladómstóllinn rannsakar hvort þar hafi verið framdir stríðsglæpir. Aukin grimmd hefur færst í átök RSF uppreisnarhersins í Súdan og stjórnarhersins og hún bitnar á almennum borgurum. Milljónir hafa neyðst til að flýja heimili sín síðan borgarastríð braust út í apríl 2023. Eftir að hafa setið borgina El Fasser í Darfur héraði í 1,5 ár náði RSF uppreisnarherinn völdum þar á dögunum. Síðan hafa 70.000 manns flúið borgina. Enn hefur bæst við í yfirfullar flóttamannabúðir í bænum Tavila í 60 km fjarlægð. Ekki vitað afdrif þúsunda sem lögðu á flótta. ما لقينا ما لقينا جثث لقينا جثث الله يرحمه وبعدين بدقوه بيشيلوا منهم حاجاتهم وبعدين لقينا جثث مجدين ميتين يعني كثير حاصل حاجات كثير أن الحرب يقف وأنا حاسة ذاتي فاقدة أمي وأخواني 3 دول ما بعرف اتجاههم نهائي ذات للين يعني يوم نطلع ما قدرت أعرف اتجاههم عشان اتجاه المشي فيه وهل رجعوا قاعدين جوا ولا طلعوا مشوا اتجاه ثاني ما قدرت أعرف. Súdan þriðja stærsta ríki í Afríku og fyrir borgarastríðið var fjöldi íbúa 50 milljónir. Samkvæmt nýrri skýrslu IPC, alþjóðlegs sérfræðingahóps sem fylgist með hungri í heiminum, þjáist 21,2 milljónir manna af hungri í Súdan. Hvergi í heiminum eins mikið hungur. RSF uppreisnarherinn hleypir nær engu af neyðarvistum til fólks í borginni El Fasser. Dagný Hulda, svo bárust tíðindi að því í dag að það væru þreifingar vopnahlé. Hver staðan á þeim? Já, öryggisráð Súdan var með fund í dag tillögu að vopnahléi og það eru erlend ríki sem hafa komið að því að móta hana, Egyptaland, Bandaríkin, Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa tekið þátt í því og samkvæmt þessum hugmyndum þá ætti að koma vopnahlé fyrst í 3 mánuði, svona mannúðarvopnahlé þar sem væri hægt að koma neyðargögnum til fólks og ef að það gengur upp þá yrði í framhaldi af því áfram vopnahlé í 9 mánuði og þá yrði reynt að koma á borgaralegri ríkisstjórn. Það verður semst ekki þessi 2 herir sem fengju að stjórna heldur ríkisstjórn. En það ekkert vitað það hvort RSF uppreisnarherinn hafi eitthvað tekið þátt og kom eitthvað af þessum viðræðum og þetta bara á algjöru byrjunarstigi, þannig að við bara sjáum hvað setur. En nú rannsakar alþjóðlegi sakamáladómstóllinn hvort að RSF uppreisnarherinn hafi framið þessa stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni. Hvers konar glæpir eru til rannsóknar? Já, það grunnsendir að herinn hafi framið fjöldamorð og fólki sem hefur verið að flýja frá Darfur héraði hefur lýst í að það séu líka á götum úti og margir verið drepnir og svo eru líka frásagnir af því að hermenn hafi pynta fólk og nauðgað því og tekið það í gíslingu þannig að nú verða þessir glæpir rannsakaðir. En það ekki aðeins árásir sem að verða fólki að bana? Nei, alvarlegi sjúkdómar að breiðast út og svo auðvitað mikið hungur þannig að staðan mjög alvarleg og vægt til orða tekið. Observed in this cholera that children also affected and the most mortality was happened in under 5 also was observed during the cholera report. So because a lot of factors also as you see there is malnutrition problem. Most of cases they have malaria. Will increase the severity of cholera.
Dick Cheney, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, látinn, 84 ára að aldri. Hann var varaforseti í forsetatíð George Bush yngri og talinn einn af helstu forgöngumönnum stríðsins gegn hryðjuverkum sem var hafið eftir árás á tvíburaturnana í New York þann 11. september 2001. Í kjölfarið réðust Bandaríkjamenn í Írak. Cheney var í áratugi aðsópsmikill í bandarísku stjórnmálalífi og talinn valdamesti varaforseti í sögu landsins. Hann fjarlægðist hins vegar repúblikanaflokkinn eftir að Donald Trump náði völdum. Ullarframleiðandinn Ístex býður sauðfjárbændum 0 krónur í skiptum fyrir mislita ull á komandi ári. Bændur segja að verðið hafi verið vonbrigði undanfarin ár en það sé nýlægð að eiga að gefa ullina. Þetta bara hægt að koma mönnum óvart. Þetta bara eitthvað sem við höfum bara búið við í ofboðslega mörg ár, sko. Á bænum Garðshorni í Þelamörk verið að rýja fjárstofninn sem komin á hús eftir sumar í úthaga. Vinnan líkamlega krefjandi og fólk hjálpast að af næstu bæjum. Bændum þykir þessi erfiðis vinna hafa verið illa greidd undanfarin ár, en í ár lækkaði Ístex verð á flestum tegundum ullar 30%. Agnar telur engan þurfa að efast verðmætin eftir spurn eftir íslenskri ull sé greinileg. Að peysa sem fer á 25-30 skall. Við erum hérna að basla heilan dag og við náum kannski að ríja upp í eina peysu í verði. Athygli vekur þó að fyrirtækið hyggst ekki greiða neitt fyrir mislita ull í flokknum M2. Það leyfa mér að skjóta á svona 250-300 kíló sem að ég fæ ekkert fyrir, sko. Hvað ætlar að gera við þau? Ég ætla bara að hafa þau heima hjá mér. Ístex segir ástæðuna vera að vinnsla á slíkri ull hafi skilað þeim tapi og framboðið hafi verið vel umfram eftirspurn. Rekstur fyrirtækisins hefur eins gengið erfiðlega síðustu mánuði, óvenju lítið hefur selst erlendis. Það náttúrulega talsvert af mislitu fé í landinu og það náttúrulega eiginlega bara algjör hörmung að sé ekki hægt að gera eitthvað betra úr þessu og fá betra verð fyrir þetta. Það bara algjörlega glatað. Bændur koma þó ekki alveg út á nulli í mislitu ullinni. Þeir fá ullargreiðslur frá ríkinu fyrir hvert safnað kíló sem hluta af samningi stuðning við sauðfjárbændur. Þannig að þó að Ístex borga okkur 0 krónur þá fáum við nú eitthvað fyrir þetta, en manni finnst aldrei dapurt að fyrirtæki sem að vinna úr þessari afurð treysti sér ekki til að borga neitt fyrir þetta. Og í miðju rúningsstreðinu segir Agnar erfitt að horfa á eftir póka sem sé metin verðlaus. Og ég bara get ekki skilið það, en það finnst mér bara að bændur eigi að vera svolítið skynsamir og skrá þá öll inn, en ekki senda hana. Við höfum ekkert að gefa þeim hana. Jólaundirbúningurinn hafinn hjá sumum þó að nóvember sé bara nýbyrjaður. Landsmenn sem Fréttastofa talaði við eru fæstir byrjaðir að skreyta, en sumir hafa tekið forskot á sæluna og eru byrjaðir að hlusta á jólalögin. Nú verslunarfólki óða önn að pakka niður hrekkjavökunni. Draugarnir, leðurblökurnar, allt þetta, tími þeirra liðinn og nú jólin að taka við. Það eru piparkökukallar og slaufur og kransar. En spurningin er of snemmt að byrja að skreyta? Ég vil bara sjá þetta strax eftir hrekkjavöku. Og það þannig heima á þér? Ertu farin að huga að seríum og dóti? Já, ég að byrja því, já. Já, svona aðeins. Kveikja allan smá seríum og svona, þegar svo svakalega dimmt núna. Finnst þér réttlætanlegt svona strax eftir hrekkjavökuna að byrja að skreyta? Nei, ég myndi ekki nenni sko. Mér finnst alveg nóg að byrja í desember. Alltaf snemma. Við sittum bara á Hólasmossu. Tíð. Þú vilt ekki sjá skrautið strax? Nei. Jólatréð, sumir eru farin að setja það fyrr en áður. Ert þú bara á Þorlák eða hvernig er það? Nei, ég er bara með svona gamaldags tré, jólatré sem aðra mér smíðaði og ég skal ég segja, setja bara upp svona miðjan desember og það er enga greinar og ekki þessin. Við erum með gervitré núna. Áður vorum við alltaf með lifandi tré og brendum þau í járninum. Nú er engin arinn sko.
og sko nú fólk farið að hlusta á jólatónlist svona bráðlega. Hvað stendur þú þar? Jólatónlist, já, það ekki? Ekki allt í lagi að gefa leyfi á það? Það finnst mér. Ekki, já, maður setur kannski jólalög svona síðustu dagana fyrir jólin og meðan maður að þrífa og svona. Aðeins að koma sér í gírinn? Já. En hvenær byrja að hlusta jólalög? Núna? Október. Hvenær svona samfélagslega viðurkennt að byrja að hlusta jólalög? Örugglega svona enda nóvember, en... Já, ég myndi segja að í byrjun desember, svona, þá byrjar það. Já. Þannig að þið eru byrjað að hlusta jólalög? Já, að sjálfsögðu. Yes. Fyrir jól, gaman að passa, kaupa gjafir svo hver og einn fær sinn skamt. Fyrir jól, flýgur dagurinn, því svo þarf líka pakka út á dóttinni. Og þá það spurningu veðurspána. Það austlæg átt ríkjandi næstu daga og lítið tilþrif í veðrinu. Það dálítill bakki sem nálgast landið úr suðri á morgun með strekkings austanátt og vætu af og til syðst en hægari og úrkomulítið annars staðar. Hiti verður yfirleitt á bilinu 2 til 6 stig yfir daginn. En við ætlum að fjalla nánar veðurspána að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta dróst í erfiðan riðil í undankeppni HM. Mótherjarnir verða meðal annars heimsmeistararnir í liði Spánar og englendingar sem eru Evrópumeistarar. Snorri Steinn Guðjónsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta, bjartsýnn fyrir EM í janúar. Hann segist þó vitanlega hundóánægður með að hafa tapað fyrri vináttuleiknum við Þýskaland stórt. Og svo dregið í 8. liða úrslit bikarkeppninnar í handbolta í dag. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá verður upp helstu atriði fréttatímans. Forsendur fjárlaga eru brostnar og byrja þar vinnuna nánast frá grunni, segja þingmenn stjórnarandstöðunnar í fjárlaganefnd. Fjármálaráðherra segir hvorki þörf á auknum niðurskurði né skattahækkunum. Gert ráð fyrir að Reykjavíkurborg verði rekin með 18,7 milljarða króna afgangi á næsta ári samkvæmt nýrri fjárhagsáætlun. Oddvitar stærstu minnihlutaflokkana segja áætlunina óábyrga og láta hagræðingu lönd og leið. Yfir 20 milljónir manna þjást af hungri í Súdan. Alþjóðlegur dómstóll rannsakar hvort þar hafi verið framdir glæpir gegn mannkyni. Staða ríkislögreglustjóra í starfi alvarleg, segir dómsmálaráðherra. Þær áttu fund í gær meðferð embættisins og opinberu fé sem til skoðunar í ráðuneytinu. Sauðfjárbændum fellur illa að ullarframleiðandinn Ístex vilji fá mislita ull ókeypis á næsta ári. Verðið fyrir aðra liti lækkar 20% milli ára. Þessum fréttatíma að ljúka, það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir birtast í jafnóðum á ruv.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur kærlega samfélgina þessum af þessum degi. Verið sæl.